Elskar að tala í mæka sem að lítur út eins og maður sé bara að leika sér, það heyrst ekki. Taka sturtuna á þetta. Já. Á ég að tala í hann? Já. Ok. Hæ, og verið velkomin á stjórnarfund hjá Bjartri framtíð. Það eru hvað, 2 mánuðir sem við hittum síðast, byrjun júní. Og síðan liðið næstu því heilt sumar og ýmislegt búið að vera í gangi, svona meira kannski ósýnilegt í gangi og og við vorum í júní, þá vorum við að hittast á svona, köllum það sellufundi sem við buðum öllum í stjórninni að koma í svona smærri hópum og þá vorum við að fókusera á að ræða kosningamál, svona það sem var okkar bæði hjartansmál og það sem okkur þótti vænlegt til árangurs og það voru bara rosalega góði fundir og ég held að við munum halda áfram með þetta. Það er svona önnur kemistría sem myndast, það er bara kannski 3-4 að koma með þá okkur sem að vinnum hérna, erum oft hérna og það var æðislegt og maður fekk líka að heyra svona raddir fólk sem að kannski kveður sér ekki endilega mikið til máls á svona stærri fundum. Þannig að það fengur svona allir að segja það sem að í þeim býr. Síðan kom júlí og þá fóru Valgerður og Unnsteinn í frí og Valgerður mun ekki snúa aftur núna að sinni af því að hún að sinna maganum sínum og börnunum sínum og með bara skýr fyrirmæli það að hvíla sig núna. Þannig hún með okkur á netinu og vinnur mikið með okkur, svona ósýnilega og við bara sendum henni góða strauma. Helga Sigrún búin að vera hérna hins vegar í allt sumar, meira eða minna og hún ætlar að segja okkur bara á eftir frá því svona í hverju þessi undirbúningur búin að liggja og svona, hvað við erum búin að vera að gera, þetta ósýnilega. Og Óttar ætla líka aðeins að spjalla við okkur og svo ætlum við bara að spjalla saman. Og eins bara ef það eru eitthvað spurningar, þetta verður bara vonandi bara svona mjög notalegur og góður fundur áður en að, svona eins og maður segja, lognið á undan storminum. Svoleiðis. Mikið. Vilt þú take it away? Já. Það er svo ekki að taka neitt rosalega mikið away, bara svona aðeins að taka okkur inn hérna, við komumst aðeins af stað svona í vor fyrir sumarfríin að ræða málin, díla við það að já, það að koma kosningar og allt þetta, koma okkur einhvern veginn af stað, taka hérna, umræðum það og svo einhvern veginn komu forsetakosningar júlí og það varð dálítið einmanalegt hérna á tíma í júlí hérna og hérna sem sagt á félagsheimilinu og svo maður fundið það núna bara síðustu vikuna eftir hérna verslunarmannahelgina að þetta svona aðeins að lifna yfir okkur og við erum kannski aðeins að líka kannski eru verkefnin að verða meira hvað maður segja hérna aktúel. Stóru fréttirnar sem sagt náttúrulega að það búið að tilkynna kjördag 29. október eftir fund niðri í stjórnarráði í dag sem nú dagsetningin sem að við held ég að flest höfum haldið að ímyndað okkur að yrði sko en ég held að það sé nú alveg skýrt sko að menn eru búin að tala sig algjörlega niður á 29. okt. Þingið komið saman, það eru nefndardagar sem búin að vera í þessari viku og
við svona, allavega við hérna sem höfum verið að vinna í þessum undirbúningi tengt annars vegar nefndinni sem búið að byrja að reyna að sjá einhverja mynd á frambjóðendur hjá okkur, kosningaáherslu, undirbúningur og allt þetta. Þetta svona að fá eitthvað form, en kannski ennþá í óþægilega þröngum hópum stundum. Eins og ég segi, nefndin við erum bara 6 í nefndinni. Starfsmennirnir hérna eru náttúrulega bara 3 og Valgerður komin til hlés. Og hérna, þannig að það sem við þurfum eiginlega að gera núna bara mjög hratt og kemur bæði með þinginu held ég og hérna þessari dagsetningu á kosningum í raun og veru að við séum fleiri orðin involveruð. Hverju á ég að bæta við? Einhverju frá þingflokknum, það spurning, Brynhildur, hvort þú vilt eitthvað koma inn í það? Við erum náttúrulega búin að vera á óljósum stað með það, við höfum ekki vita hvað yrði úr þessu haustþingi. Það nokkuð ljóst að það verður sennilega lengra heldur en þessi 12 dagar sem eru á áætlun. En við sögðum við ríkisstjórnina að þeir væru ekki að semja þennan kjördag við okkur. Þannig að við í raun og veru höfum heldur ekki stjórn á því heldur hvernig þetta þing. Það verður örugglega barátta hvað á að halda því lengi áfram. Viltu ekki koma kannski aðeins? Kannski bara örstutt inn í hvað við erum að gera og hvernig okkar undirbúningu fyrir þetta hefur verið. Já, við vitum náttúrulega ekki alveg nákvæmlega hvað mál liggja fyrir. Svona fjármálaáætlun, væntanlega LÍN, búvörulegin eða breytingar á frumvarpinu. Og svo alls konar mál sem hafa verið inn í nefndum, lögum opinber innkaup og hvað svona meira. En við höfum svona talað það þingflokkurinn að við hótuðum aldrei að beita einhverju málþófi eða það ekki í okkar anda. Þeir áttu að kjördag við þjóðina en ekki okkur beinlínis. Og mér finnst það eiginlega mjög mikilvægt að við förum inn í þetta þannig að það ekkert neitt að semja. Þegar við förum að semja eitthvað þá erum við að segja hvað. Við ætlum að hleypa einhverju málu hratt í gegn. Og það eitthvað forsvaranlegt. En við ætlum heldur ekkert að standa í vegi fyrir neinu. Við bara förum inn og vinnum okkar vinnu og það þeirra að forgangsraða. Þau eru með einhvern lista með 50 málum eða eitthvað og það náttúrulega segir sig sjálft að það bara hluti af þeim málum verður bara að vera kosningalofur þeirra inn í kosningarnar. Þannig ég held að við séum bara með skynsamlega afstöðu þingflokkurinn í þessu, engin læti og bara förum inn eins og við gerðum í vor. Já, svo náttúrulega reynum við bara að gera okkur gildandi og við erum í raun að byrja kosningabaráttu. Og segja, byrjar á mánudaginn og það verður örugglega brjáluð ásókn í að komast upp í ræðustólinn, þannig að við bara berjumst, kannski ekki ég, en við reynum að, sérstaklega frambjóðendur sem ætla að halda áfram, að gera sig gildandi. Gerum okkur grein fyrir því að við erum að fara inn í kosningabaráttu. Takk fyrir. Já. Helga Sigrún. Já, takk fyrir það. Já, ég satt hérna svolítið ein í sumar, en það kom samt alltaf einn og einn í heimsókn, svo lesa hann ekkert mjög leiðilegt og svo sem nóg að gera, sko. Undirbúningurinn okkar, hann fólst í því að við fengum maskínu til að setja saman fyrir okkur rýnihópa og það er búið að keyra það í gegn og við höfum svona preliminary niðurstöður úr þeirri vinnu og skemmtilegt að segja frá því að þegar Óttar minntist og þau bæði á sellufundina sem við héldum hérna í júní, þá vorum við hér í smærri hópum að ræða alls konar mál. Að niðurstaðan rýnihópunum, hún rímar rosalega vel við niðurstöðurnar af þessum sellufundum, þannig að okkar fólk einhvern veginn bara svolítið með þetta. Og það var ókeypis. En þurftum samt að fá staðfestinguna og munum vinna nánar úr þeim niðurstöðum og með þær til þess að velja réttar áherslur inn í rétta hópa og velja svo réttu leiðirnar til þess að tala við þá hópa. Þannig að það er vinnan sem við erum í núna. Svo er þetta bara, taka saman alls konar tölfræði, taka saman alls konar upplýsingar. Við erum búin að vera að vinna, hún Valgerður okkar var byrjuð að
eiginlega búin að skrá öll þingmál sem að okkar fólk hefur lagt fram í þinginu, bæði frumvörp og þingsályktunartillögur. Ég bætti svo við þann lista fyrirspurnum og ræðum og búin að tengja öll þessi mál við stefnuflokkan okkar 27 sem að eru á heimasíðunni. Þannig að það hægt að keyra í kaf allt tal verkleysi eða skoðanaleysi. Það alls ekki þannig. Og tölfræðiniðurstöðurnar okkar, ég satt hér bara og taldi ræður og mál stóran hluta júlímánaðar og þar kemur í ljós að þingmenn Bjartrar framtíðar eru næst duglegastir að leggja fram mál í þinginu og við erum duglegust að hoppa á mál með öðrum, við erum að vera meðflutningsmenn á frumvörpum þingsályktunartillögum. Þannig að það auðvitað bæði sýnir samvinnuandann og það hvar hjarta okkar liggur. En þetta auðvitað bara eitthvað vinna sem þurfti að fara í og til þess að svara þessari gagnrýni. Og svo auðvitað hefur Egill Helgason verið mjög duglegur að spá okkur dauða, alveg aftur og aftur, einhverju hluti vegna. Þannig að svo þetta auðvitað það til drauga að alls konar greinum líka. Ég verið að taka saman kosningahandbók fyrir nýja frambjóðendur. Við vorum að undirbúa þessa rýnihópa, vinna með auglýsingastofunni og svo núna eftir, í lok júlí og byrjun ágúst, þá höfum við líka verið að vinna svolítið með þingmönnum, undirbúa þingið sem að framundan og það verður veisla í næstu viku og þarnæstu. Þannig að það verður talsvert mikil vinna. Ég gerir ráð fyrir að ég komi meira að því að Valgerður eiginlega bara á Landspítalanum. Allt lagi með hana og allt svoleiðis, en hún var bara gránduð því að bara svona í forvarnarskyni. Þannig að og svo kannski, ég veit ekki hvort ég á að fara efnislega í niðurstöðurnar úr seljufundunum og rýnihópunum. Kannski gaman að fara aðeins stuttlega yfir það. Áður en ég geri það, þá langar mér samt til að segja eitthvað frá því að gerðist mjög ánægilegt fyrir svona hálfum mánuði. Þá satt ég held ég hafi ekki verið ein, vildi þannig til að koma margir á sama tíma. Og þegar ég var búin að tala við fullt af fólki, þá satt ungu maður í sófanum og þetta nú hef ég verið að vinna með öðrum stjórnmálaflokki eins og þið vitið, og þetta hef ég aldrei upplifað áður. En það situr ungu maður í sófanum og ég vissi ekkert hver hann var og hann kynnti sig og hann situr í hvítri peysu og hann gekk hér inn dyrnar, heitir Bjarki og sagði hæ, hvað þarf ég að gera til að fá að vera með? Þannig að við tökum þetta bara vel á móti honum. En til þess að fara kannski örstutt ofan í þessa niðurstöðurnar úr þessum rýnihópum þá sjáum við mikinn meðbyr með Pírötum, þeir eru mjög oft nefndir. Við erum mjög oft í öðru sæti og VG-rindar, síður Samfylking og alls ekki stjórnarflokkarnir. Við fengum mjög jákvæðar umsagnir almennt en við þykjum ekki nógu afgerandi. Einhver taldi okkur ekki vinna nógu vel saman. Við varum svolítið brotin, hefðum átt í formannsvandræðum en erum samt talin málefnaleg, óflekkuð og ennþá erum við talin ný, sem gott. Einhverju kölluðu eftir að við nálguðumst hlutina á annan hátt en venja stjórnmálaflokka og þessi aðili sagði ég var að vona Björt framtíð myndi að setja sín mál fram á listrænan hátt en þau eru orðin eins og hinir, þau eru búin að gleyma hvað það var sem fólk elskaði. Þannig að það hefur verið að kalla eftir nýrri nálgun á stjórnmál. Já, nýtt lag í raun og veru. Nú, það var sérstaklega spurt út í formennina og Óttar fékk mjög jákvæðar umsagnir, hann sagði málefnilegur, hann tala mannamál, hann heiðarlegur nútímamaður, áhugaverður, óhræddur við að hrista upp í hlutunum, jarðbundinn, hreinskilinn, skynsamur, en sæki lítið athygli og einhver nefndi að það væri kannski galli ef hann væri ekki nógu útsmoginn í stjórnmálaklækjum. Þannig að við sjá. Já, einhver var hann þreyttur á rauðrúllukrappeysinu þannig að hann kominn í þessa grænu. En málefnilega séð að þá voru nokkur atriði sem stóð upp úr. Það eru auðlindirnar og fólk vill að tekjur af þeim renni í sameiginlega sjóði. Fólk hefur áhyggjur af aukinni einkavæðingu í heilbrigðiskerfinu og vill setja meiri peninga í það kerfi. Þá talsvert tala umhverfismál, þarf að gera fólki einfaldara að flokka til dæmis með jákvæðri umbun, ekki bara með boðum og bönnum. ESB verðist pínu týnd umræða.
fólk talaði þar sérstaklega að það væri talsvert mikið af gölluðum upplýsingum, þá er verið að meina pólariseringuna, þetta einhvern veginn annað hvort eða svart eða hvítt. Það voru mjög skiptar skoðanir krónuna. Menn nefndu háa vexti og lítið hagkerfi sem var helstu ástæða þess að fólk vildi skipta gjaldmiðil. En það mjög lítil hræðsla í þessum hópi, þessum rýnihópi sem var settur saman sérstaklega fyrir okkur, sem fólk sem líklegt til að kjósa okkur. Mjög lítil hræðsla við erlend áhrif. Og ég, áður en að fundurum byrjaði, þá var ég að lesa einhverja grein á mokkablogginu eftir Halldór Jónsson, sem pínuhrættur. En það í okkar hópi mjög lítil hræðsla við erlend áhrif og flestir telja þau af hennu góða. Og það bara að tala það þurfa að taka vel á móti þessu fólki. Þetta er ekki spurning hvort það kemur, heldur hvernig við ætlum að taka á móti því og erlend áhrif séu eins og krydd í íslenskt samfélag. Og þetta svona bara beinar tilvitnanir í þetta fólk sem var talað við sérstaklega fyrir okkur. Og þetta auðvitað miklu lengra heldur en þetta og miklu ítarlegra, en þetta svona essensin í því sem að stóð upp úr þessu fólki og það sem að við munum síðan leggja áherslu á. Ég gerir að framkvæmdastjórnin hittist í næstu viku og hugsanlega einhverju fleiri til þess að negla niður svona nákvæmlega hvaða áherslur það en mér sýnist. Hvaða aldurshópur var? Hvað segirðu? Þeir voru, rýnihóparnir voru valdir, já. Nei, þetta var allur aldur. Þetta voru 3 hópar. Þetta var ungur hópur á höfuðborgarsvæðinu, eldri hópur á höfuðborgarsvæðinu og síðan var þetta blandaður hópur út á landi og það fór fram í gegnum svona fjarumræðuborð þar sem allir voru nafnlausir og gátu sagt það sem þeim sýndist. Í raun og veru, vissi enginn hver þið voru. En þetta fólk sem búið að svara spurningalistum og líklegt til að kjósa okkur. Þannig að þetta bara, í raun og veru, bara þeir sem eru líklegir til að kjósa okkur, hvort þeir hafa gert áður eða ekki. Og það hópurinn sem við vildum hlera ofan í, vegna þess að það hefur verið talað það hér, við erum ekki að fara að hjóla í sjálfstæðisfólki, þið veitir. Við ætlum ekki að breyta trúarskoðunum fólks. Nei, en það var rætt það sérstaklega að Nei, það var rætt það sérstaklega hvernig hvað þau teldu bestu leiðina til að nálgast þau. Það að segja, já, Bergþór spurði hvort að unga fólki hefur verið spurt það, hvernig væri best að draga það á kjörstað. Það var ekki beinlínis þannig spurning, en við rættum það, þú veist, hvernig hefur nálgast ykkur? Já. Nei, Pokémon var ekki með í þessu og en það verið að vinna fyrir okkur Pokémon stopp hér á Bræðraborgarstíg 9. Nei, djók. En við erum með þessa preliminary skýrslu frá maskinu og þannig að, já. Já, kannski rétt að Sigrún á mækinn. Já. Dæmigerðum kjósanda Bjartrar framtíðar, það ekki? Ekki til svona hvað einkennir bakgrunn þeirra sem að hafa kosið eða hyggjast kjósa Bjartrar framtíð? Það mjög, já. Já, ekki þetta að segja okkur hverju það eru? Það frekar hátt menntunarstig, það frekar konur en kallar, það eru umhverfisinnar, það skapandi fólk og það fólk á barneignaraldri. Almennt frjótt fólk. Já, þetta svona, já. Bergþór aftur. Hvar lendir það í hægri vinstri skalanum spurt? Þetta fólk, þetta á miðjunni. Hvað? Nei, ég langar til að vita hver kjósa stofnun. Langar einhverju alveg að vita það? Já, þetta snýst fyrst og fremst það að vita við hvern maður að tala. Til þess að, ekki til þess að móta endilega efnislega málflutningin,
Við erum ekki að fara í einhverja uppskrúaða og photoshopaða kosningabaráttu. Við erum ekki að fara að photoshopa bleikan kynnalit á alla, sko. Þannig að en það gera þetta allir flokkar og við þurfum að kaupa þessa sérfræðiþjónustu eins og allir aðrir. Það er líka verðmætt að vita hvað sem umsagt, hvað afleiðingar skilast. Já. En já. En þetta ekki bara orðið ágætt í bili og svolítið langt? Nefnum sér einhverju fleiri sem að... Ég ætla ekki að segja þér, nú ætlum við bara að tala saman. Ok. Það er sérst stefnan að tala saman. Hæ, Matti heiti ég, þarna fyrir ykkur sem er á streyminu. Hæ, Jóna. Kannski bara svona í beinu framhaldi var ekkert minnst á lín eða frá þessu rýnuhópi eða? Lín? Ekki neitt eða? Ok, ég bara lék forvitna að vita en nú þú veist, þingið að byrja í næstu viku og Illugi ætlar að henda fram þessu ógeðslega frumvarpi lín og ég vil bara í alvörunni hvetja þingmenn okkar til þess að vera svolítið hvað maður að segja, beinskeytt og harðsfýruð í þessari umræðu. Þetta má ekki ganga í gegn þetta freaking frumvarp frá þessum manni. Þetta er skelfilegt og ég er búinn að tala lín við Bjarta framtíð núna í 2-3 ár, er sjálfur námsmaður, er líka, þú veist, er að vinna og hef ekki þannig þurft að nýta mig lín en það er gott að vita að því og þú veist, þetta í alvörunni, þetta batteri bara er skemmt í dag og Illugi er að með þessu frumvarpi sem hann er að leggja fram eða hafi kynnt ykkur það þá ættu þið að sjá það að það er svo alvarlega gallað að þetta má ekki fara í gegn eða ef við ekki kynnt ykkur að gera þetta þegar það er svo margt í þessu sem er skaðlegt fyrir námsmenn og það er svo margt sem þarf að laga því og ég tel að við þurfum að vera svolítið afgerandi í þeirri umræðu því og það er ekkert populist neitt við það að vilja vera afgerandi í því. Lín er sú lánastofnun sem skiptir ofboðslega stóran hluta af fólki miklu máli og sú stofnun þarf að vera í lagi og það er ekkert skrítið að Gamma hafi sett af stað sjóð til þess að ná til fólks því að Lín hefur ekki verið að sinna þessu hlutverki nógu vel. Lögin í kringum Lín hafi verið gölluð hingað til og þetta verður ennþá gallaðara ef þessi lög ná fram að ganga. Þannig að þú veist, við erum harðsfýruð og beinskeytt og jafnvel dónaleg í umræðum þetta blessaða frumvarp. Takk. Við ræddum þetta aðeins þarna bara á lokametrunum þegar það var verið að reyna að troða þessu inn, sko. Við höfum auðvitað verið að kynna okkur og lesa okkur ofan í frumvarpið og við litla hrifningu, það er nú bara þannig. Við töluðum líka það fyrir sumarið að reyna að jafnvel að fá einhvern aðeins stærri hóp til þess að ræða og kafa ofan í það, þannig að við skulum bara taka þá hugmynd áfram, sko. Þannig að en bara móttekið.
Já, við höfum svona, erum byrjuð á þessari vinnu. Ég veit ekki hvort það var að vera að bæta miklu við það. Það er náttúrulega þingmáli núna, sko, það eru einhver það bil 50 mál eða eitthvað svoleiðis inn í þinginu. Alveg frá því að vera EES dagsetningamál yfir í að vera línfrumvarp og svo framvegis og svo framvegis. Og það á eftir að koma mikið í ljós held ég bara í næstu viku hvernig þingstörfin þróast, sko. Það var gerð búið að vera einhver tilraun að reyna að skilja kjördaginn við það hvernig þingstörfin eigi að vera. Og við og reyndar stjórnarandstaðan yfir höfum ekki látið draga okkur inn í það, sem þýðir það að það verður náttúrulega sumt mun ganga þokkalega, annað mun ganga illa, sko. Og ég get ekki ímyndað mér annað en að lín muni ganga mjög illa. Og það virtist ekki einu sinni vera almennilega samstæða það í ríkisstjórnarflokkunum þarna í sumar, sko. Það kannski skiptir máli, Matti, til dæmis ef að þú tilheyrir einhverjum hópi sem hefur áhyggjur af þessu að sér sendar inn umsagnir. Þú veist, okkar hlutverk er að fara í gegnum umsagnirnar og mál þar sem koma mjög margar neikvæðar umsagnir sem eru benda á hina á þessa galla, það styrkir málflutningin okkar, sko. Og ég talaði við vin minn í dag sem er vinni hjá BHM og þeir eru bara sendt frá sér svona stutta og ég var að spyrja, muni þið ekki senda ítarlega umsögn þar sem farið er yfir, þú veist, alla greinar og svoleiðis, þannig að bara skiptir máli. Náttúrulega gallinn við það að forsvarsmenn stúdenta voru dúkkaðir upp í fjölmiðlum, sko, meira þess að áður frumvarpið voru komin fram til þess að koma fram í fréttum og lýsa yfir hvað þetta væri rosalega gott frumvarp, sko. Þú veist, sem er náttúrulega bara absúrt, sko. Við finnum að það er kosningabarátta að kvikna. Línfrumvarpið er dálítið klassísk svona kosningabaráttu, free money, einhvern veginn, tilboð. Sem samt ekki því. Nei, en það er lagt þannig fram. Umræðu núna tannlækningar inn í heilbrigðiskerfið og svo framvegis, það er ekki ólíklegt að þetta geti orðið dálítið popúlísk kosningabarátta. En á sama tíma þá fundum við bæði í þessum rýnihópum, samtölunum okkar, þessum sellufundum eins og við segjum og bara svona það sem við höfum verið að finna og leita, safna saman upplýsingum, að efnahagsmál virðast ekki vera mjög ofarlega í huga fólks. Þetta er ekki peningar sem fólk er að fyrst og fremst að hugsa núna, heldur er fólk dálítið eftir vorið að hugsa spillingu, frændhygli, óréttlæti og svona. Og það eru mál sem að ég held að við höfum mjög góða samvisku og góðan grunn innan í, sko. Þannig að en það verður alltaf erfiðara og erfiðara þegar að ef það verður mjög populist, eins og ég segi, línfrumvarpið gekk út að fá fulltrúa námsmanna að tala að það væri sniðugt að fá styrki. Þannig að við þurfum að vera með opin augum fyrir í þessu bara yfir höfuð og það er erfitt að geta sér til nákvæmlega hvaða verður sem étur athyglina, sko. Án þess að ég ætla eitthvað að einoka mækin, bara ég skil alveg hvað þú átt við með popúlísk umræðu og allt það, sko, og ég náttúrulega engin forsvarsmaður fyrir Bjarta framtíð, en ég samt búinn að vera í Bjarta framtíð töluvert lengi og var í sveitarstjórnarmálunum og allt þetta. Ég búinn að tala lín í töluvert langan tíma, þannig að það væri ekkert skrítið þótt að ég tel að það væri ekkert óeðlilegt að Björt framtíð myndi taka þetta mál af fullum krafti án þess að það myndi líta út eitthvað popúlískt. Það væri þá hægt að benda það þótt að það væri einn Bjáni úr Hafnarfirði, skiljið, sem væri búinn að tala að þá er það allavega einhver sem hægt að tengja við Bjarta framtíð sem er búinn að tala lín í lengri tíma, skiljið. Það sem ég átti við með popúlíska var sem sagt þessi hugmyndum, sko, frá ráðherra. Algjörlega.
Já, mér finnst líka að við mættum alveg ræða hérna á þessum fundi hvað okkur finnst að eigi að vera kosningamálin. Hvað ætlum við að leggja áherslu á? Hvað viljum við að þessi talað í þessum kosningum? Hvað finnst okkur skipta mestu máli? Ég held að við höfum gert okkur mjög gildandi á svona, það kemur að endurreisn heilbrigðiskerfisins og ég held að þar séum við á svona, eigum við samhljóð með meginþorra almennings. Mér finnst líka umhverfismálin vera málaflokkur sem að við eigum alltaf að tala og við eigum alltaf að vera að ýta honum fram. Og sko þó að það sé kannski ekki mikill áhugi á Evrópumálunum, og þá það okkar sannfæring að við eigum að sækja þar og ganga þar inn. Og við eigum auðvitað að vera sá flokkur sem að alveg þrátt fyrir allt áhugaleysi og bara segir bara fuck it, við ætlum að tala um þetta mál. Og okkur finnst þetta skipta máli. Þetta gjaldmiðilsmál og þetta er bara risamál. Og svo vil ég nefna það síðustu sem að gríðarlega mikilvæg umræða, bara ekki á Íslandi heldur glóbalt og verður mál sem að kemur til með að verða næsta kjörtímabil. Það eru málefni flóttamanna og innflytjenda og þar getum við verið með gríðarlega sterkan prófíl ef við nýtum okkur vinnuóttars í þeim efnum. Og við verðum að keyra það mál fram og setja það á umræðukortið og okkar prófíl þar. Ég held að þetta sé sko alveg krúsjalt. En við eigum auðvitað, má við taka svona endurspeglun af því sem í gangi og ég ger ekki lítið úr því, en við eigum að ákveða og setja mál á dagskrá og segja að þetta eru málin sem okkur finnast skipta máli og þetta það sem við leggjum áherslu á. Og menn verða núna, alveg eins og gert var í dag með útspili eða í gærkvöldi með útspili búvörusamningana, að skjóta á markið bara hvert einasta skipti sem að menn fá boltann, sko, svona, með þessum hætti. Þannig að það sé einhver tilraun til þess að skora stig. Það bara þannig. Menn verða að nota öll tækifæri til þess að komast í fyrirsagnir. Það bara svoleiðis. Annars bara erum við áfram undir þessu snjóflóði og erum bara náum hendun ekkert upp fyrir þannig að það sjáist í okkur. Já, ég tek alveg undir þetta sem þú segir, Róbert. Við erum búin að sitja svo marga svona fundi og fara víða út all land og vinna alls konar málefnavinnu og leggja höfuð í bleitu og fylgja því eftir og skrifa alls konar skjöl og punta og læti. Nú ég orðin svolítið óþolinmóð að sjá hvar þetta því að við sögðum með minnir við sagt í Ásbrú að við ætlum að birta heilbrigðisstefnuna bara svona eftir miðnætti þann dag eða eitthvað svoleiðis, en eitthvað hluta vegna var því fresta, ég veit ekki alveg hvað það var, hvort það var allar stafsendingavillunar eða eitthvað, ég veit ekki alveg. En allavega við eigum svo mjög mikla og fína vinnu á öllum mögulegum sviðum, umhverfismálunum, heilbrigðismálunum, öllum mögulegum málum. Kannski þetta allt í pípunum ykkar síðan í sumar, ég veit það ekki. Mig langar að vita það í kvöld, hvað við ætlum að gera við þetta og hvað við eigum í handræðunum og hvernig við ætlum að spila þessu út sirka, þú ekki að segja okkur öll leyndarmálin, en hvernig á að spila þessu út. Og til dæmis ef það á að fara að henda út heilbrigðisstefnunni, þá ég alveg í stuði, sko, ef það á dagskrá. Já, ég tek undir með Róbert að við þurfum að fara einbútt okkur svolítið að því hvað ætlum að gera þessu kosningabaráttu og að það nefndi Evrópumálin þá ég að láta útbúa þingsályktunartillögu sem ég legg fram í næstu viku ef það samþykki fyrir því í flokknum, þar sem að samhliða alþingskosningum verður fólk spurt spurningar það hvort að halda í áfram aðildarviðræðum með Evrópusambandinu og leggja fullbúinn samning fyrir þjóðina. Og það verið að vinna þessa spurningu fyrir mig og hún verður tilbúin næstu viku. Og eins og Róbert sagði, við höfum alltaf haldið því fram að það sé sigurstranglegasta leiðin fyrir okkur á Íslandi að sækjum aðild að Evrópusambandinu og taka upp evru. Við trúum því. Við erum búin að vera með handónda gjaldmiðil í 100 ár og það þýðir ekkert að alltaf tala um eitthvað stöðuleik, hann bara ekki til á Íslandi nema núna í höftum og það bara ytri aðstæður skapa þannig aðstæður þannig í dag hér að þess vegna þetta svona gott, sko. En ég allavega að leggja þetta fram og ég vona að Bjarti framtíð allir með mér, sko. Palli, þú fékkst samþykki fyrir þessu á þingflokksfundinum.
Já, nei, af því Í að við gær. myndum innan þetta fína fólk hérna. Já, Nei, sko, hún bara snýr það hvort að spurningin verður svo á, já, kannski næsta ríkisstjórn að leggja fram eða klára aðildarviðræður við Evrópusambandið og leggja fram fullbúinn samning til samþykkis þjóðarinnar eða þjóðaratkvæðagreiðslu til samþykktar eða synjunar. Og þá þetta bara mál, það er búið að vera að tala um þetta mál núna í 2 kjörtímabil að allir að tala um það að þjóðin var ekki spurð. Nú bara spurðum við þjóðina því hvort við eigum að klára þetta eða ekki. Og þetta hægt, sko. Já, þetta í gangi, hún að vinna þetta fyrir hún Elín Valdís. aðeins kannski meðan einhverjur að biðja orðið, sko, takk undir það sem Róbert að segja. Það er alveg freistandi að segja já að þetta mál nú ekkert inn í umræðinni núna, en ég held sem mjög mikilvægt að allt það sem við trúum á, við bara höldum því á lofti vegna þess að allt í einu getur eitthvað gerst sem setur eitthvað málefni, skilurðu, algjörlega í brennidepl. Þannig að ef þið gengishrun, segjum það, eitthvað myndi gerast í þá veruna og lánin myndi aftur hækka, þá myndi þjóðin segja nei, við getum ekki þessu krónu lengur. Þá var þetta allt í einu orðið brjálæðislega aktúelt. Þú veist, og í pólitík þetta líka bara svolítið ekki heppni, Sigmundur Davíð eitthvað Icesave og svo bara einhver dómstóll sem dæmir okkur í hag sem þið alveg geta farið í hina, skiljiði mig, hann bara keyrði á þetta og það bara féll með honum. Þannig að bara við keyrum á það sem við trúum á og svo getur bara gæfan fallið með okkur. Já, fyrirgefn. Við höfum svona mál nú þegar, það þessir umræða verðtrygginguna. Það alltaf að tala um það, sko, bara akkur striku ekki út verðtrygginguna, láta hann ekki bara fara. Þá kemur þessi spurning, af hverju erum við ekki með gjaldeyristefnu? Og það tengist þá einmitt inn í gjaldeyrinn, inn í það að kanna, þú veist, kosti og galla við umsókn. Þannig að Þetta aldrei verið svona. Vel gert. Þannig að hafið þennan þarna með? Nei, bara örstutt, Magnea heiti ég, með Evrópusambandið, ég tek alveg undir þetta og mér finnst það góð hugmynd, bara kýla á þetta og þá erum við bara með eitthvað mál sem að, þú veist, við erum bara, já, samkvæmt okkar sannfæringu, en mér finnst það rosalega mikilvægt að fólk skilji af hverju við trúum á þetta. Þannig að sú vinna verður að vinna meðfram því. Þú veist, það verður að útskýra fyrir fólki og það er fólk sem er hrætt við innflytjendur og ég skil það ekki af hverju en bara lista upp alla þessa kosti. Bara minna á það. Já, ég finnst við vera að gleyma einu máli af því að Brynhildur talaði um að hlutinni kom upp í hendunar á okkur. Ég held að skattamál verði kosningamál, meðal annars út af Panama-skjölum sem var ekkert annað en tilraun til skattsvika og ég held við þurfum að vera svolítið með stefnu í þeim málaflokki og svolítið róttæk og þora að segja hlutina. Ert í klíkunni eða ert ekki í klíkunni? Ef þú ert í klíkunni þá kýstu þetta bara klíkulokkana, annars kýstu. Og ég held að við ættum að leggja svolítið vinnu í það að móta okkar málflutning í skattamálum og akkurat í þessu réttlætismálum, allir þessari sérhagsmunagæslu sem að viðgengst í pólitíkinni, sem að við horfum á til dæmis varðandi búvörusamning þessa dagana. Já, gestur hérna, sko, mér bara hugnast ekkert að láta kjósum hvort við höfum að halda áfram með aðildarviðræður að ESB eða ekki. Þá bara klára þetta og leggja þetta fyrir þjóðina eins og hjá öllum öðrum þjóðum. Þetta er svo útópískt vitlaust að fara eitthvað í miðjum klíðum, sko, þegar þú ert, sko, að undirbúa brúðkaupið. Að fara aftur að biðja um þetta. Og sko, við erum svo hiklaust að tala fyrir Evrópusambandsaðild og það verður nú spennandi ef við fengjum eitthvað meira að vita og hversu líklega þessi nýju útspil varðandi ESB sé að verða, varðandi aukaaðild. Ég veit ekki hversu líklegt það er. Það er að segja, þú veist að Evrópusambandi sé þá hugsanlega breytast út af Brexit og hvernig Evrópusambandi og Evrópuumræðan mun aðlega sig að Breitlandi utan ESB.
Það búið að leggja til stjórnarskrárbreytingar innan ESB sem gengur út á það að ríki getur annaðhvort verið fullur aðili eða aukaaðili og ef að það kemst í gegn, það tekur 2-3 ár að minnsta kosti, að þá held ég að sé gert ráð fyrir því að EES-ríkin séu aukaaðili og þá verðum við bara spurð ætli að vera aukaaðili eða ætli bara að fara út. Þannig að við getum staðið frammi fyrir allt öðruvísi veruleika gagnvart ESB innan örfára ára heldur en það sem við erum að horfa á í dag. Það er bara annaðhvort ertu með eða þú ert bara alveg úti og ekkert þar á milli. Hérna, mér langar aðeins að því Sigrún var með spurningu, kannski hvort að Unnsteinn eða Helga Sigrún svari hvar standa málin varðandi allar stefnurnar sem eru til á Google Docs skjölum eða Brynn nafna kannski. Ég hvet alla, bara, ég er til dæmis að skoða þetta núna, þetta var í rauninni bara klárast í dag þegar ekki Unnsteinn málin okkar inn á nýju heimasíðunni sem Helga Sigrún var að segja á þann sem að þau eru búin að vera að vinna í og Valgerður var búin að vinna mikið. Það væri ekki að, það er náttúrulega bara ekki með þetta einu uppi, en þar sér maður bara nákvæmlega öll mál sem við höfum, sem hafa verið unnin og það er búið að taka, þetta er þá eftir stefnun okkar og það er búið að taka í hverju einu, þá er það bæði efnisorðin og þingmaðurinn eða hver það er og þá getur maður til dæmis eins og ef ég klikka hérna því að Guðmundur Steingrímsson er hérna, þetta er notendastýrð persónuleg aðstoð, þá koma öll hans mál upp. Þetta er mjög flott og gríðarleg vinna sem hefur verið unnin í sumar við þetta og þetta eiga starfsmenn BF alveg skuldlaust. Mér finnst bara klappa fyrir þessu. Og þetta er sem sagt bæði hugsað bara fyrir notandann sem að vill hérna athuga hvað stendur björt framtíð fyrir til dæmis bara í mannréttindamálum. Þetta er allt mjög einfalt og málin eru útskýrð. Þannig að það eru kannski 2 til 4 setningar málið og svo getur þú klikkað. Þannig að þú veist bara hvað málið er. Og eins hver stóð fyrir því og hverju það tengist og þetta tengist allt saman, þetta er allt linkað. Þannig að þetta er rosalega aðgengilegt og svo er þetta líka liður í því rauninni að undirbúa frambjóðendur okkar, því að það er búið að vera liður af undirbúningnum í sumar, að það er að hugsa hvernig getum við gert þetta enn betur en síðast. Það var náttúrulega æðislegt að vera frambjóðandi 2013 og alveg ótrúlegt hvað vannst með hvað var stuttur tími og lítil reynsla sem við höfðum. En ég meina við byggjum á þeirri reynslu og ætlum að gera enn betur þar í bara í rauninni nýta okkur svona svolítið mannauðsstjórnunar element og teymis bara hópefli og allt þetta. Þannig að þetta er líka upplýsingarsíða að það verður rosalega gott í þetta sinn að geta náð þarna í upplýsingar versus síðast, þá vorum við bara einhvern veginn saman, með alla fannar á kantinum og hver segir eitthvað. Og við erum náttúrulega búin núna af því að við erum með mál. Við getum hreinlega, eins og Helga Sigrún var að segja samt í tölfræðin okkar, við getum hreinlega sagt með stolti að með við höfðatölu eða þingmanna fjölda, þá lögðum við fram, hvernig var aftur? Við vorum með næst flest mál og þau eru bara þarna. Þannig að þetta er til dæmis bara, finnst mér gríðarlega gott tæki fyrir okkur öll. Svo eru samþykktar stefnur, þetta er undir pólitíkin, þar sér maður málin okkar og samþykktar stefnur eru hérna bæði lýsing á þeim og í heild sinni. Þannig að þær eru þarna, umhverfis- og heilbrigðisstefnan. Já, þetta er björt framtíð, ferðin á pólitíkin, hann í efsta, þetta er ný síða sem við létum vinna fyrir okkur sem að, já, og þá ferðu í málin okkar, já, bara frá því að við fórum á þing. Og og þetta er unnið út frá þessum málum sem við kynntum, til að byrja með. Þannig að jú, það getur verið, og bara endilega komið með punkta að þetta er bara, hún er ný orðin live, þessi, og miðað við hvað það tekur langan tíma að gera svona síðu, miklu lengur en við áttum von á, með fagmönnum, þá er ég mjög þakklátt fyrir það að síðasta framkvæmdastjórn ákveða að fara í þetta ferðalag og þetta er búið að taka þennan tíma. Og búið að
kosta mikla vinnu í rauninni hérna innan hús, af því að það er náttúrulega ekki bara, þeir geta svo sem smíða síðuna skilja en það vantar allt innihaldið. Þannig að þarna liggur afrakstur okkar allra og þingmannana og bara okkar allra sem erum hérna. Þannig að það er þar og eins og ég segi, það er bæði hugsa sem bara gott aðgengi fyrir aðra utanhús og svo fyrir okkur sem að viljum bakka upp þegar einhver segir að það séu engin efnahagsmál á döfinni hjá okkur, til dæmis. Það eru bara efnahagsmál og það er bara hérna. Þannig að, já, ég veit ekki hvort að svara þessu. Ef ég mætti klára svo. Já, þú klárar svo Gulla. Já, hérna, sko, ég finnst alveg nauðsynlegt, sko, að við lærum af þeim sem að hafa náð árangur í popúlisma og nýtta okkur til framdráttar. Það sem að þeir gera er að skilgreina veruleikann, oft mjög skakkan og vinna svo út frá því. Segja bara, ég held að þú sért fíbl og þess vegna tek ekki mark á því sem þú segir. Í rauninni, já, þó að segja þetta satt. En það sem við eigum að gera finnst mér, til dæmis, við eigum alveg hiklaust að setja útlendingamál á oddinn. Bara við eigum þann málaflokk og mér finnst við mega alltaf því byrja bara að útmála fólk og vinna okkur út frá því og ríða upp á bakið á þeim sem að fylgja okkur ekki í því. Loftslagsmálin finnst mér að við eigum að taka mjög alvarlega og peningastefnumálin. Hvað af þessu verður svo stóra kosningamálið? Ég ætla að vona að það verði ekki ykkur vitleysa eins og síðast, en það er ekki hægt að útiloka. En við eigum að vera tilbúin með mál, 3-4 mál sem að við getum þá kannski reynt að stela kosningabaráttunni með. Og svona best fyrir okkur held ég að væri að keyra útlendingamálin. Og svo peningastefnuna. Takk. Það bara að segja samt við þetta í samt við málin og og þennan fókus. Við erum líka, og kannski glemdist að segja áðan, að við erum líka að vinna út frá því að við erum bæði að tala núna hvað fólk vill heyra og hvað við viljum gera og svona. Við erum að vinna, okkar markmið eru 8-15%. Það er svona það sem við erum að vinna með. Og og þó að það sé kannski metnaðarfullt að þá segjum við ríkisstjórnarsamstarf líka með þau prósent og þannig við ætlum alveg að leyfa okkur að gera það sem við viljum, ekki bara það sem aðrir vilja, skiljiði. Þannig að það verða alveg svona jaðarmál, þú veist, við höfum ekki verið populísk hingað til og ég held að enginn á okkur standi fyrir það. Þannig að við leyfum okkur alveg að gera hluti sem eru kannski ekki endilega þeir vinsælustu, en við vitum samt sem áður að það eru að minnstakosti 8-15% fyrir því. Og til dæmis eins og innflytjendamál í okkar anda. Þó að það sé kannski margir líka hræddir og eitthvað svona, en við erum bara ekki að tala við þá. Já, aðeins varðandi, mig langar að taka bara rispuplötuna mína með mál og áherslur að þetta sé tækla sem heildarsýn. Ég held að það sé mjög mikilvægt að því einstök mál sem fara síðan út á einhverja grein, geta orðið mjög einangruð, að við höldum okkur við eitthvað stofn og ég veit allavega eins og við gerum þetta í kosningabaráttunni í sveitarstjórninni, þá unnum við út frá því hvernig viljum við sjá hann bæ, hvernig finnst okkur hann eiga að vera. Svo horfum við bara á hvernig er hann, hvað vantar upp á. Út frá því var þetta og við eigum náttúrulega öll okkar grunnelement sem að spila þarna inn í, en ég held að skiptir rosalega máli að fólk geti svona, þú veist, tengt við, sagt, já, þetta er partur af því að ná fram þessari heildarmynd. Þetta er eitt af því sem þarf að gera til að ná þangað sem þú vilt fara og vera nógu duglegur að bara selja þá hugmynd hvernig viljum við sjá þetta. Og ég meina, allt sem er búið að vera að nefna núna aðeins undanfarið, talandi það að sannarlega á óttar útlendingamálin í þinginu, en það eru líka sveitarfélögin hafa verið, ég meina, Kópavogur og Hafnarfjörður hafa núna tekið á móti og Reykjavík náttúrulega í langan tíma, en þú veist, í síðustu lotu þá eru Kópavogur og Hafnarfjörður framarlega. Já, Akureyri, ekki, já, nákvæmlega, einmitt, og þannig að þú veist, þetta er eitthvað sem að brúar og en svo eins og varðandi, þú veist, af hverju Evrópusamband og eitthvað að ég meina, þú veist, það er bara endalaus rök, lífeyrissjóðirnir eiga núna hvað 40% af
þetta er bara eiga landið, það versta fyrir hrun var það að við vorum með öll eggin í einni körfu, við erum núna með öll eggin í einni körfu, það heitir íslenskur hlutabréfamarkaður. Þannig að þú veist, hvað er að reyna að tryggja? Að tryggja stöðugleika, að tryggja jafnvægi, þessi gildi og hvernig viljum við sjá þetta og það er svo auðvelt einhvern veginn að finna út úr bara hvað er þá að, þú veist, hvaða leiðir höfum við og til að hengja það einhvern veginn á einhverja eina sameiginlega jólaseríu sem býr til einhverja heildarmynd en ekki bara höfum þetta og höfum þetta og höfum þetta. Já, ég heiti Ingibjörg. Mér langaði voru að tala innflytjendur og útlendingamál. Það sem brennur svolítið núna er hagkerfinu, að mikið verið að byggja, mikið verið að taka inn innflutt vinnuafl sem er hvergi á radar. Ekki með kennitölu, ekki tryggt. Þetta er bara pjúra mannréttindamál. Að á kannski vel við og á næstu og komandi árum. Þetta heldur svona áfram, bara minna það. Ég ætla bara að bæta við heilsufar fólks sem kemur hingað. Það lítur bara allt öðrum lögmálum, all heilsuefling, forvarnir, bólusetningar, áhætta fyrir krabbamein, allt mögulegt. Þetta lítur bara allt öðrum lögmálum og við höfum mjög takmarkað þekkingu á þessu. En aftur ég með mækinn. Ég tek alveg undir það og verður líka eins og Palli hefur svo sem verið óþreytandi að tala síðustu 3 árin að það er málefni barna og unglinga. Þú veist hvernig þau standa eins og með BUGL og fleira að við þurfum líka átt okkur á því að við erum vonandi að taka á móti og getum gert miklu betur sem þjóðfélag að taka á móti fólki sem er að koma frá stríðshrjáðum löndum að það fólk þarf líka mikla heilbrigðisþjónustu semst fyrir utan svona hinna almenna heilbrigðisþjónustu heldur líka þessi geðrænu mál og áfallamálin og allt það og við þurfum að vera ansi vel í stakk búin til þess að geta gert það, til þess að taka vel á móti og börnum sem er að koma hafa lent í því að þú veist verða skotið á þau eða hvað eina sko. Og ég er að vinna með einstaklingu sem er að, þú veist, eru flóttamenn, skiljið, og hafa lent í ýmsu og veist, það vantar að koma þessu apparati líka í lag, ekki bara fyrir börnin okkar heldur fyrir þau börn sem er að koma hingað, sem að við ættum svo sannarlega að vera að taka á móti. Algjörlega. Já, mér langaði bara að bæta við þetta að því að tala kosningabaráttuna og allt þetta og innganga í ESB, hvort það er innganga í ESB eða innflytjendamálin að við skilgreinum hver óttin er. Hver er ótti? Að því það er sko óttin við gangin í ESB að koma hingað ómikið að við sem þjóð missum sérkenni, að við fletjumst út og við þurfum einhvern veginn að vinna, við þurfum að vera með svörin við þessu og það er ekki að fara að gerast. Við þurfum einhvern veginn að sýna fram á það að við blómstrum sem sko menningarsamfélag þegar við opnum dyrnar. Að við sko einangrumst og verðum klikkuð ef við lokum þeim. Það er einhvern veginn, þú veist, við þurfum að teikna þetta svolítið vel, við þurfum að skilgreina óttann í þjóðfélaginu og geta svarað honum, í staðinn fyrir að gera lítið úr honum. Ég bara næst. Það er Karolína, en mér langaði bara að svara Ilmur af því að þetta er sko, þessi svör eru til alls staðar og það hafa rannsóknir sýnt fram á það ef að Íslendingar hefðu ekki innflytjendur myndi íslenska þjóðin aldrei þroskast í það sem hún er í dag vegna þess að þeir fari ekki aðeins þekkingu til okkur heldur líka ný gen og alls konar aðra kosti. Og þetta hefur verið marg rannsakað þannig að við þurfum ekkert að finna pjólu til þess að koma með þetta svar. Já. Sjóða það saman eins og þessi mál. Segðu það. Hátt og skýrt. Er ég þá næst? En það er alveg áskorun að
að takast á við óttan sem þarna. Ég meina, við sjáum bara Donald Trump, hann bara að komast áfram af því hann elur á ótta. Og Brexit, þú veist, þetta bara áskorun. Já, en honum var ekki ágengt. Heyrðu, nei, ég bara, mér finnst alveg unaður að hlusta á okkur, sérstaklega ég segi svona eitthvað að viti. Og ég var ógeðslega sammála Róberti og hlustaði fyrir hvað stöndum við algjörlega umhverfismál, er það ekki? Ég meina, við erum að tala bjarta framtíð, þannig að það engin önnur leið og við erum opið samfélag, við erum opið fyrir áhrifum, hvort sem það EB eða útlendingar og ég held að heilbrigðismálin verði kosningamáli. Mér finnst það svona að vera það sem ég heyri. Nei, bara halleluja. Og ég kannski rétt stinga inn í það akkurat. Ég held að allir verði í heilbrigðismálunum og við höfum átt ágætisbox í því. Við höfum talað fyrir Landspítalanum, við höfum talað fyrir aðgengi, heilsugæslunni, fjarheilbrigðisþjónustu og svo framvegis. Ég held að Kári Stefáns hafi dálítið komið hitt naglan á hausinn núna daginn þegar hann sagði get ekki bara allir sest niður og bara samþykkt að redda heilbrigðismálunum fyrir kosningar og svo getið talað eitthvað annað. Vegna þess að það eru allir sammála þarna. Auðvitað, þú veist, við þurfum dálítið að finna hvaða sem að er viðbót hjá okkur eða hvaða sérstöðu höfum við í heilbrigðismálunum og þar höfum við bara ofsalega mikinn grunn sem að við getum komist áfram Ég ætla fyrir ekki að grípi mikrofónuna bara þegar hann var hérna. En það var... það já, já, ok, ekki fleiri réttu pönt í bili. Það er Valdi og Helga og meðan ég labba til Valda þá ætla ég að tala. Að því að varðandi heilbrigðismáli þá vil ég bara segja því að skrifa nefndarálitið fjármálaáætlun til 5 ára þar sem að er fyrirgert að setja mun meiri peninga í heilbrigðismálin og það sem Illugi segir, ég get ekki sett meiri í háskólastig vegna þess að peningarnir að fara í heilbrigðismálin. Og við og Sigrún og Björt og fleiri Palli og við sem hefur verið í heilbrigðishópnum, mér finnst það mikilvægt og það sem við getum verið með sem pínu öðruvísi er að segja, þetta snýst ekki að endalaust að setja peninga í kerfið, heldur að fá út úr peningunum. Og það er mjög víða sóun í kerfinu, þetta er pínu erfið umræða. En við erum til dæmis að benda á það eins og Sigrún Snillingur hefur verið að gera svo vel, að nýta ólíkar heilbrigðisstéttir, að hjúkrunarfræðingar geti ávísað getnaðarvarnarlyfjum, að við förum ekki alltaf í dýrasta úrræði sem er læknir. Til dæmis, einhverju svoleiðis punktar. Valdi. Takk. Já, það er 2 atriði sem ég ætla að koma inn á. Það er annars vegar varðandi innflytjendur að umræðan hún vill hverfast svolítið mikið þá sem eru að sækja alþjóðlega vernd. Og það er einhvern veginn, öll innflytjenda umræðan snýst þennan litla hóp. Nú eru komnir 1460 það sem af árinu samkvæmt síðustu tölum Hagstofunnar innflytjendur til Íslands umfram brottflutta af erlendu bergi brotin á þessu ári sem eru ekki að sækja vernd, sem eru komin hingað til að vinna. Og það er hópur sem hefur bara orðið útundan í þjóðfélaginu og ég held að við ættum að setja svolítið umræðuna þennan hóp á dagskrá vegna þess að við getum ekki án þess að fólks verið og við erum bara ekkert að taka vel á móti því og það er bara full ástæða til þess að við förum að tala það að við þurfum þetta fólk og við þurfum að taka vel á móti því. Annað sem að ég vildi segja það er að 80 milljarðar frá útgerðarmönnum verður örugglega kosningamál og það er hægt að eyða því á margan hátt í fríar tannlækningar og hitt og þetta. Við þurfum svolítið að vita hvernig við ætlum að svara þessari umræðu. Mér finnst þetta fullkomlega ábyrgðarlaust. Auðvitað eigum við að markaðsvæða aflaheimildirnar og setja þær á markað. En að ætla sér að fá 80 milljarða á ári á næsta kjörtímabili út úr því er algjör útópía að mínu viti og við þurfum að stíga þau skref örugglega og áfram veginn en við verðum að vanda okkur og það er ekkert hægt að vera með þessi yfirboð sem eru þegar farin í gang minnsta kosti á 2 flokkum að þarna sé bara hægt að sækja 80 milljarða og eyða í þessari kosningabaráttu. Þessi peningar er ekkert að koma í kassan ekki næstu 1, 2, 3 árin held ég. Helga og síðan færist það yfir. Já, góð kvöldi, Helga heiti ég.
yndislegt að hlusta á ykkur öll hérna, það er alveg flæða hugmyndirnar. Mér finnst, já, hæ, bak við Súlu dama. Þarna, það sem ég vildi segja, við erum auðvitað að tala rosalega mikið auðlindir og auðvitað það auðlindir sem að sækjast eftir að búa með okkur í þessu landi eins og innflytjendur. Aðrar auðlindir sem við verðum líka ekki að gleyma og það eru börn og skólar og menntavegurinn, þróun náms á Íslandi er eitthvað sem við verðum að horfa til. Það búið að vera svolítið erfitt að fylgjast með Illuga í menntamálaráðuneytinu. Ég er tónlistarmaður og svona bara staðið á öndinni yfir því sem hefur verið að tróða ofan í kokið á tónlistarmenntun í dag og ég ætla ekki að gagnrýna þennan nýja skóla sem hefur verið að setja á laggirnar. Ég treysti fólkinu sem er að fara að höndla málið. Gaman að sjá hvað kemur út úr því þó svo að þetta sé gert í alveg mjög furðulegum flýti. En menntamál, börn og þróun menntunar á Íslandi er eitthvað sem mér finnst að við verðum að horfa líka á sem bjarta framtíð. Þarna er víða pottur brotinn og við þurfum svolítið að fara að negla þennan lið. Takk, Helga. Var það ekki Alda, Sigrún? Varst þú ekki búin að biðja orðið? Já, Ragnhildur, ok. Takk ég þannig hring bara. Ég segi það fyrir. Ég heldur henni bara áfram. Takk fyrir að tala börnin og sem framtíðina og menntunina að það sko, ég var ekki búin að heyra það neitt hérna í umræðinni. Þannig að þess vegna ákvað ég að biðja orðið og ræðum það. Það sko eitthvað sem að mér finnst mjög mikilvægt og markvisst og höfum ákveðna svona heildarsýn einmitt hvernig viljum við og síðan hengjum á jólatré, var það ekki jólatré? Jólatré sería. Já, seríuna. En ég vil líka tengja, sko, ég þarf ekki að tala svona mikið börnin og menntuna því að Helga búnaði, að með innflytjendur, mér finnst að við höfum að leggja áherslu á margar greinar þar, vinnuaflið, fólk sem að koma að það sem við vorum að tala og fólk sem að koma sem þarf áfallahjálp og komst inn á það, það er svona stekki inn á það, að þar eigum við auð. Þú sagðir við vitum ekkert það, við vitum helling það. Þetta við eigum mannauð í landinu sem búin að bæði rannsaka og upplifa og skoða nákvæmlega þetta. Ég fór hérna fyrir ansi mörgum árum þegar snjóflóðið var á Flateyri og fór ég þangað og var þar 10 fyrstu dagana eftir flóðið. Við erum sko næstu sko margar aldir fram úr þeim tíma. Varðandi áfallahjálp, það til teymi, það til fullt af sko, en ég ekki viss að við séum að nýta þennan auð nógu markvisst í landinu fyrir innflytjendur. Skiljið hvað ég að meina? Ég skrifaði meistararitgerð efnið en það bara, þú veist, peanuts. En það alveg heilu teymin á Landspítalanum og það bara, þú veist, við vitum helling það og rannsóknir sýna að börn og fullorðnir sem ég þekki aðalega börn sem að verða fyrir áfalli í snjóflóði og svoleiðis áfallum, það svipað og í stríðshrjáðum löndum. Ég bara horfði á börnin og las rannsóknir það. Þannig að nýtum það og tökum þessa grein líka. Ég bara varmatti þegar þú komst inn á þetta, þá bara, ég gat ekki það. Ég ætla bara aðeins að bæta við því það var spurt heilbrigðismálin og líklega eru allir flokkar meira og minna sammála alla efnisþætti sko, sem að þarf að bæta úr varðandi heilbrigðismálin. En ég hef þó ekki heyrt það formlega frá neinum flokki svona í opinberri umræðu sko, hver grundvöllurinn þarna núna sem blasir við okkur og það mannauðurinn í heilbrigðisþjónustunni. Hann alveg á vonar völ og það orðið svo alvarlegt og það þorir náttúrulega enginn að tala það því það mjög ábyrgðarfullt að tala það að það ekki alveg tryggt að við getum veitt þá
þá þjónustu sem við viljum veita vegna sem við höfum ekki mannafla til þess. Og þetta svona sértæk þjónustu, svo krabbameinsþjónusta, röntgenlækningar. Það ekki víst að við getum fengið röntgenlækna til að taka röntgenmyndir þegar fást ekki til starfa. Það alls konar svona angar og við sem erum búin að tilenga okkur þekkingu í mannauðsstjórnun og sjálf hef ég einbeitt mér að þessu í áratugi, hvað þarf til að skapa gott starfsumhverfi í heilbrigðisþjónustu? Því miður hefur okkur ekki auðnast að nota þá þekkingu. Og þarna liggur tækifærið og það kostar næstum ekki neitt að vera meðvitaður það sem skiptir máli og koma almennilega fram við fólk. Það eiginlega bara það sem vantar í heilbrigðisþjónustunni. Og ég bara fullyrði það og byggja það á mínu rannsókn. Og þetta svo sorglegt og það kostar eiginlega ekki neitt. Og það kostar heldur ekki neitt að vera sammála það að við sitjum hérna þrjú, þetta hjúkrunarfræðingurinn, sjúkraþjálfarinn og læknirinn, að við bara skiptum með okkur verkum þannig að komi sem hagstæðast út fyrir sjúklinginn. En það bara ekki þannig, því að hún ætlar að standa vörð sitt og ég mitt og hann sitt og úr því verður óhagræði og sóun. Þetta það sem að heilbrigðisþjónustan gengur út á Íslandi og allan heim. Ég nú bara eiginlega búin að gleyma því sem ég ætla að segja, ég ætla að reyna að rifja það upp Sælverið, ég heiti sem sé Ragnhildur. Búið að vera rosa áhugavert og gaman að vera hérna með ykkur. En ég ætla aðeins að leyfa ykkur að segja bara hvað mér finnst. Og ég hef dálítið sterkar skoðanir af því hvað mér finnst skipta máli hérna. Og þetta náttúrulega mörg milljón mál sem við þyrftum að leysa og þyrftum náttúrulega eiga alla peningan í heiminum til að leysa þetta allt saman. En það ákveðin mál sem brenna á mér og það fyrst og fremst skólamál. Af því að ég held að Ísland komi til með að vera frábært samfélag, bara við tryggjum það. Og mér langar að nefna eitt dæmi nú bý ég í Kópavogi, Sverrir, ertu þarna? Ég bý í Kópavogi og ég á barnabarn og ég á ekki börn í leikskóla, ekki grunnskóla lengur og ég fékk bara algjört sjokk, smá saga hérna. Ég fer inn í næsta leikskóla og leikföng barnanna þarna, húsið, leikskólinn, veistu að ég hélt bara ég væri komin til Kosovo, ég hef aldrei komið þangað en ástandið var ömurlegt. Og björt framtíðar þarna með stjórnvöldum, vita að mér hálfbrá. Það voru göt bara á húsinu, þetta var allt ómálað og flagnað. Það var reyndar net yfir sandkassanum þannig að það leit ágætlega út. En ég ætla bara að segja, mér bara blöskraði. Ég veit að nýju skólarnir, ég ætla nú ekki að ræða þetta með það, ég ætla bara að segja að mér bara brá og ég hefði aldrei látið barnabarnið mitt vera á þessum leikskóla. Ég hefði bara farið eitthvað annað, gott og vel. En skólamálin, mér finnst þau bara ótrúlega mikilvæg. Ég veit það ekki allir sem nenna kannski að hlusta á þetta rausi, menn ég ætla bara að segja að skólamál eiga bara að vera númer 1, 2 og 3 og illu að eyðileggja skólakerfið. Og ef maður horfir bara á LÍN, maður horfir á lögregluskóla, maður horfir á lista, það sama hvert maður lítur, það allt í rúst. Þannig að skólamálin og lýðheilsa, ég brenn fyrir þessu tvennu. Heilbrigðiskerfið, bara út á borðinu með það. Maður bara þakka fyrir að maður kemst lífs af þarna. Og það þarf að endurskipuleggja þetta frá A til Ö. Og bara hryllingssögurnar sem maður heyrir alls staðar. Og svo langar maður að nefna fleira. Launamáli í þessu samfélagi. Það er svaka uppgangur. Ég er velmenntuð kona og stundum get ég bara verið hress og skemmtileg ef þannig liggur á mér. Ég er á skítalaunum og ég er með einhverja kallpunga sem að halda að ég sé örugglega Indverji. Og ef maður horfir bara allt þetta mennta fólk til að sé heilbrigðiskerfinu í skóla, vitið að Ísland er bara ekkert gott samfélag. Ég ætla bara að segja það við ykkur hér og nú. Og maður þarf það getur vel verið að ég lifi smá lúxuslífi, fólk þarf fleiri 100.000 til að hafa það skítsæmilegt á mánuði hérna. Ég er kannski ein í þessum pakka og ég tek það fram, ég hef það ágætt, en þetta er bara ekkert gott mál, krakkar. Mér finnst bara lifa hérna á einhverju rauðu skýi og sumir bara hrynja að því. Ok, gott og vel, hvert var ég komin? Allavega, mér finnst þetta bara stór alvarlegt mál. Ferðamálin, við þurfum aðeins að skoða þau. Maður fer ég fer ekki oft út á land, ég fór á Hvolsvöll eða Hellu, það voru 3 rútur, það eru 2 ár síðan. Þar sátu aumingja unglingarnir, útlendingarnir og biðu eftir að komast á klósett. Það voru 4 klósett og 140 túristar. Og svo var þjónustan öll eftir þessu. Einhvers staðar þarf að taka til og ég hélt að það væru stjórnmálamennirnir sem ætti að
halda utan um þessi mál. Já, þegar þennan málaflokk og illu og allt þetta hérna. Hvernig getum við komið svo framfæri? Þú veist, svo finnst mér ég bara að lifa bara í allt öðrum heimi heldur en allir aðrir. Þannig að hérna, það eru sem sé skólamálin. Mér langar ógeðslega til þess að þau verði vel gerð og lýðheilsa. Þú veist, ég vil ekki allir geti bara tróðið þessu sælgæti, já, hérna, velmennta systrún og dóttur sem getur bara sælgæti í öll málskiljiði. Ég vil ekki hún fái fría tannlæknaþjónustu. Þú veist, nei, alveg tala, það er bara lýðheilsa og það þarf bara, nei, alveg tala. Hefur var ég búin að segja, það er lýðheilsa og menntamál, heilbrigðiskerfið og svo var, ég hef ekki verið á þingi, Brynhildur, og mér fannst athyglisvert það sem þú varst að segja, hérna, frumvarpið varðandi LÍN, að maður fær einhver text og svo maður reyna að lappa upp á hann. Þú veist, mér finnst að maður bara hafa skoðan á því hvernig þetta er og reyna kannski að umbylta þessu. Pínulítið. Jú, það er eitthvað frumvarp, maður les það og maður reynir svona að horfa í gegnum fingur sér eitthvað með að þú veist, þetta hér er ekki nokkuð eitthvað að lappa upp á það, í staðinn fyrir kannski að byrja að segja Hvað sagði? Skiljiði mig ekki? Nei, ertu að tala um búvörusamningar? Nei, LÍN. Já, það sem ég var að segja var að við fáum frumvarp og það skiptir máli að styrkur fyrir okkur sem erum á móti málinu að geta vísað í umsagnir vegna þess að það er lýðræðislegt að þú getur sendið inn umsögn við línmálið. Þú getur komið á fund nefndarinnar og við hlustum á þig og þín rök. Af því við erum ekki bara örfáar manneskjur að taka ákvörðun. Nei, ég er að hugsa núna að bjarta framtíð meira. En við tökum það kannski bara seinna þessu umræðu. Ok. Ég ætla alveg að fara að ljúka máli mínu. Ég ætla bara að láta gott heita bara takk fyrir, en ég veit ekki hvort þetta leysi neitt. Þetta er bara það sem að mér finnst að þurfa að gera. Takk. Já, ég ætla ekki kannski að tala mikið um málefni sem að mér finnst mikilvæg. Ég held að ég treysti bara að þið viti hvað þau eru. Ég er búin að segja svona 587 sinnum í þessum hópi og ég nenni eiginlega ekki að segja aftur. Sorry. En mér langar að bregðast aðeins við þessari umræðu um einhvern veginn að kortleggja óttann og svona að við séum tilbúin til að svara óttanum sem snýr til dæmis fólki erlendum uppruna, hælisleitendum, innflytjendum, þú veist. Já, mér finnst alltaf lagi að við séum vel lesin og undirbúin til þess að taka rökræðina og eiga samtalið það. En svo verður ég bara að segja að við mögum samt ekki einhvern veginn festast í einhvern slíku. Út af því að, þú veist, óttinn byggir á fordómum og fordómar eru í eðli sínu órökstuddir og margir sem eru með þá vilja bara hafa það. Og ég bara sjálf fannst mér mjög frelsandi, ég áttaði mig á því að ég þurfti bara að halda áfram að gera það sem ég var að gera, ekki vera eitthvað að eltast við að reyna að fræða eitthvað sem vill ekki vita mig. Þið veitir, bara sorry. Að við komumst ekki áfram með því að vera alltaf að reyna að fræða einhverja litla Donald Trumps út all. Þeir verða bara pínu að bjarga sig sjálfir. Þetta eru hættulegir og við þurfum að gera alls konar til þess að stuðla að annarri þekkingu, til dæmis varðandi börn og unglinga og kannski fólk sem hefur ekki sama tækifæri við til að googla eða leita sér upplýsinga, en bara getum við samt bara please ekki bara falla í þá gildur að einhvern veginn vera óttast þá sem vera óttast. Af því að ég mun meira ágera fólki sem að verða fyrir mjög grófu ofbeldi og vanrækslu og mannréttindabrotum út af þessum ótta sem að fólk sem með hann verður bara svolítið líka að eiga með sig og læra bara af því að sjá samfélagið breytast. Það er gaman svona að nefna þetta. Takk. Fundið slitið. Það er kannski það sem ég var að reyna að segja áðan þegar ég var að segja sko þessi 8–15%. Þú veist, það er til fullt af fólki þarna úti á Íslandi sem að hugsa bara svipað og við. Ég bara veit það. Og það þarf til dæmis ekkert endilega að fræða þau eða upplýsa um þessi mál sem við erum að tala um. En þau hafa bara ekki heyrt í okkur og það er það sem við erum að glíma við.
step by step og við erum ekki endilega með töfralausnina, við erum öll að gera okkar besta í því, en mér finnst samt alveg flott að hafa í huga einmitt sko bara það sem að Ilmur var að segja með að mér finnst mikilvægt að við undirbúum til okkar frambjóðendur undir svona þessar helstu spurningar, óttaspurningarnar, þið vitið, þegar óttar í, ekki það að þurfi beint að þjálfa óttar, en ég meina það verða fleiri fótgönguliðar þegar þeir fá spurninguna en já, þú veist, eða skiljið, þú veist, bara og það það sem við ætlum að reyna að gera, það að svona það þessi pitch, bara einföld pitch og hljóma kannski svolítið eða svona já, að fá allir masterclassi óttari já, óttar ætlaði einmitt að fá orðið held ég. Ég ætla bara rétt aðeins að koma inn í þetta, mér finnst alveg briljant punktur hjá Freyju að láta ekki draga sig í vitleysuna sko. Við getum alveg verið hás á útvarpssögu að rífast við Brynjar Níelsson fram að kosningum útlendingamál og það mun engu breyta nema bara að taka allan tíman frá okkur og voða gaman hjá Brynjari og hvað heitir þetta bróðir hans? Gústaf. En mér langaði aðeins af því að sko það í raun og veru dálítið sérstakur dagur í dag ef við trúum því sem við trúum fjandakornið að það sé búið að negla þessar kosningar 29. október sem að hefur verið evi óljós og við höfum alltaf gengið út frá því að yrði kosið í lok október, við höfum talað það og miðað okkar vinnu þessa bakgrunnsvinnu sem við erum búin að vinna nefndarinnar við að tala við fólk og byrja að sjá og teikna upp framboðslistan okkar og svo framvegis, en staðreyndin náttúrulega kannski að svona einhvers staðar innst inni höfum við ekki alveg verið vissum að þetta væri satt. Það var ekki alveg búið að segja að 24. desember væri jól. Þú veist, það verða jól í desember kannski, ef þú ert þægur. Það er búið að vera dálítið þetta attitút sko, en núna erum við komin á þennan, þú veist, við erum komin á T-minus eins og Halldór Jörg sagði einhvern tímann á fundi í vor, T-minus eitthvað x daga, sem eru 70-80 dagar eða hvað það er núna. Og núna skiptir svo miklu máli, við höfum fullt af bakgrunni, bæði úr árunum, úr vinnunni á þinginu, pappíra á netinu, upp á vegg og svo framvegis. Og þessi vinna sem við erum búin að vera að vinna í vor og í sumar með að á sellufundum draga saman. En núna einhvern veginn þurfum við að koma niður hlaupandi og við þurfum að gera þetta öll saman. Eða allavega sko ekki bara við sem erum á þinginu eða við sem erum í kjarnanum þetta einhvern veginn, við þurfum að komast aftur í þennan gamla sem að ég kalla þetta barónstígsfílingin, þar sem að var einhvern veginn margir að taka þátt og það er svo gaman að heyra það er svo mikið passion inni fyrir alls konar málaflokkum og við höfum talað skólamálin, lýðheilsumálin, heilbrigðismálin, útlendingamálin og svo framvegis sem við erum að tala umhverfismálin og við þurfum að ná saman að halda þessu samtali áfram í einhvers konar groupthink eða hvað maður á að kalla það. Ekki bara að einhvern veginn að ég sem þingmaður taki þessi skilaboð með mér og vinni síðan með því og svo ef þið eru heppin sjáið þið á netinu eða í eitthvað frá mér það að ég sé að vinna úr því, heldur við þurfum að komast inn í þessa kosningabaráttu stíl einhvern veginn að við séum að grúpninga hlutina. Þannig að það var svona kannski maður ímyndar sér alltaf að maður sé að tala í hljóðkerfi. En það var kannski aðalskilaboð mín finnst mér inn í stöðuna í dag er þetta að við erum hætt svona að trúa því að verði jól og núna vitum við að verði jól, skiljiði. Við þurfum að komast áfram og
Nefndin hefur verið að vinna kannski að einhverju leyti först í þessu akkurat. Við erum að vinna fyrir jól sem við vitum ekki hvort verða fyrir eða eftir áramót. Þannig að ég vona að það verði skýrara bara næstu, hvað maður að segja, vikuna 2 að nefndin geti komið fram með tillögur að listum eða allavega að mestu leyti. Samkvæmt lögum flokksins þá þarf að samþykkja það á stjórnarfundi, þannig að það þá að boða til sérstaks stjórnarfundar væntanlega. Og svo þurfum við bara, eins og ég segja, að komast hlaupandi áfram í stærri hópum. Eins og ég segi, mér langar til þess að hafa mörg ykkar á bakinu alltaf, og það var svo gott núna bara síðustu daga í undirbúningunum við búvöru samninga átakið okkar, að þar komu aðrir úr hópnum að, Valdi, Þórunn, þú veist að við fengum fólk sem búið að vera að vinna með okkur og búið að vera að pæla í þessum málum og settist á bakið okkur og það gerði þetta svo létt, sko. Þannig að núna, það var nú ekkert annað sem ég ætlaði að segja, bara þetta. Það var reynt, en ég hélt alveg, nei. En sko, það er ákveðin lúxus í því eins og við erum búin að ríkisstjórnin er náttúrulega í talsverðum vanda. Ríkisstjórnarflokkarnir eru á mörgu leyti í talsverðum vanda. Þeir eru merkisberar, lausungar, slæmrar stjórnsýslu, pólitísks óstöðuleika og svo framvegis. Hægri villan, þetta hefur dálítið snúist við, sko. Þannig að þess vegna held ég að þetta verði mjög ýkt kosningabarátta. Þetta voru ofsalega nauðvörn hjá öllum í kosningabaráttunni. Og þá er einhvern veginn allir hanskar all gloves off, sko. Við þurfum að vera til í það og það er bara, ég hlakka til. Ég kann ekki að loka þessu rugli. Viltu loka þessu fyrir mig? Þá ætla ég að fá aðeins að segja pínu líka, því að bara enginn búinn að segja almennilega loftslagsmál. Bara orðið. Málið er það líka náttúrulega að þetta er sviðsmynd sem er ekki verið að horfa á þann hátt sem þarf. Þetta er ekki framtíðin, þetta er nútíðin. Og við þurfum líka, ég einmitt eins og Guðlaug var að segja, þetta er nákvæmlega þessi heildarmynd. Hvað sjáum við eftir 10-20 ár? Og við verðum að miða út frá þessu til að hafa gott skólakerfi og verðum að kenna börnunum okkar líka að þetta er það sem við þurfum að gera. Við þurfum að hugsa hvernig bregðumst við og ekki með þeim allt er að fara til fjandans heldur. Það er slæmt ástand. Við berum ábyrgð á okkar starf, okkar landi og okkar málum. Við berum líka ábyrgð á hinn. Og þetta tengist það sjálfsög líka innflytjendamálum, samvinnu, þú veist, bara öllu sem við erum að fást við. En mér finnst ofsalega mikilvægt að því að mér finnst þetta náttúrulega bara mikilvægast, svo kemur allt hitt með. Við verðum svolítið að hafa þetta grunninn, þú veist, þarna þurfum við að setja okkar mark. Það er enginn að taka þetta svona. Já, svo tína þessu svolítið nefnilega í grunnskóla og upp í framhaldsskóla. Í háskóla er þetta löngu farið út, af því þá eru þau komin í deildirnar, já, þú ert í hagfræði, þannig þá lærir þú ekkert þetta. Tölum einmitt þetta náttúrulega auðvitað í sælufundir sem þú varst auðvitað mjög mikið og þá vorum við að tala sko leiðir til þess að áskorunni væri einhvern veginn að finna frjálslynda nálgun á umhverfismálin. Manstu, við vorum að tala það. Og ég var óslega glöð að það var eitt af málum sem stóð upp úr í rýnihópunum hjá þessum hópum sem geta að hugsa sér og langar kannski mögulega að kjósa okkur ef að það spilast þannig að þetta er eitt af bara algjörum aðalatriðum og það er einmitt þetta að þeim finnst sárlega vanta flokk sem er ekki íhaldsamur sem leggur áherslu á loftslagsmálin. Þannig að það var eitt af þessum svona topp 3. Þannig að ég var rosa ánægð að heyra það. Já, ég heiti Páll. Ég gleymdi að kynna með hann þetta, en það er allt í lagi.
Ég bara vil þakka fyrir að búið að vera frábær umræða hérna og gaman að hlusta á okkur og þetta svona lifandi allt saman sem við erum að gera. Og maður svona fyllist mikil í bjartsýni þegar maður hlustar á fólk hérna, hvað er mikið að gáðu fólki. Og hérna í alvörunni, þetta bara ótrúlega gaman að hlusta á þetta og gefur manni svona á búst í þetta því að maður hefur oft verið að svona sveiflast í þessu starfi. Og ég hef mikla trú að við gætum gert góða hluti og ég tek alveg undir með henni hérna með skólamálin og börnin. Ég hef látið mig svolítið þetta varða á þessu kjörtímabili og lagt mig mikið fram með að svona átta mig á stöðunni, hvernig við getum tekið á þessum hlutum og þetta er mjög alvarlegur hlutur. Við erum að eyða gríðarlegum peningum okkur einasta ári í hérna hluti sem við getum verið búin að koma í veg fyrir löngu síðan með því að bregða strax við og þetta er svona umræða sem við erum að taka mjög stíft inn. Nú höfum við öðlast reynslu á svona vissum sviðum sem við komum til með að nýta okkur í þessu kosningabaráttu alveg klárlega. Og ég bara að segja aftur, ég er rosalega ánægður með að skyldi nefna skólamáli því þau gætu sko alveg verið betri og við þurfum að leggja miklu meiri áherslu á samfélagsfræðikennslu í skólum og út á hvað samfélag gengur, það er bara þannig og kenna börnunum mitt mikilvægi þess að vera með hreint loft og ganga vel náttúruna og allt heila klappið bara, það er bara þannig. Og ég vil þakka Freyju fyrir að nefna með hann ótta við þessa fávita sem er að tala, afsakið, ég ætla ekki að segja þetta kannski, þetta fólk sko sem er fullt af einhverjum ótta sem er rosalega mikið svona miðaldra og eldra fólk sem er alið á þessum ótta af misviturum stjórnmálamönnum og ég hef reyndar lendi oft í þessu í Grindavík þegar ég fer inn í olísjoppuna sem ég örugglega nefndi ykkur áður. Það eru svona óttaslegnir menn sem að þola ekki útlendinga og segja þessi bara rótals íl sko. Ég hef haldið svolítið ræðum með þeim þegar það beitt af því þeir hafa skammað sér svo mikið fyrir hvað það er sagt. Bara með því að tala kærleik við þá og reyna að benda fólki á að setja sig í spor annarra. Það voru svo mikið atriði og til þess að kenna börnum að setja sig í spor annarra. Hvað eru þau að upplifa börnin í Sýrlandi og ég hef setið rosalega á mig að reyna að halda mér á jörðinni eða svara til þessum mönnum eins og Ásmundi Friðrikssyni sko, sem að halda að útlendingar bíða í röðum út í Evrópu til að komast á bætur og búa á fitjum. Það er rosa spennandi að búa á fitjum og fá 10.000 skall á viku í staðinn fyrir að taka þetta fólk strax inn í samfélagi og hjálpa þeim og láta þau vinna fyrir sér. Því það er eina sem þetta fólk vill og við þurfum bara að segja þessu fólki það og bara til að sýna að þú nefndir nú hennan snilling hérna Gustaf Adolf. Veistu hvað, þetta eru ótrúlega miklu djöfusir hlandhausar eins og hann. Veistu, ég segi þetta bara eins og þeir eru sko. Þeir eru ekkert annað. Og ég hlustaði á hann í Harmageddonu daginn þar sem hann var að tala alla þessa vondu útlendingar sem er að koma hérna og gera allt vitlaust í Evrópu og við bara þurfum að loka öllu hérna. Og hann var svo spurður í lok hérna, Frosti Logason spurði hann því, ert þú ekki bara að fara í frambúð að berjast fyrir þessu? Nei, ég er svo gamall og nú ætla ég að fara til heitari landa og búa þar. Og hugsaði með mér, já, ok, fullkomin hálfviti, alveg fullkomin hálfviti og menn ekki að, veist, en þeir fá ótrúlegt vægi í fjölmiðlum svona menn og við þurfum að vera óhrætt við að svara þeim með kærleik. Bara benda, þú veist, við erum alltaf hrættið að tala kærleikin, sko. Vegna þess að hann bregst aldrei og hann er það sem heldur samfélagi manna saman. Ef það væri bara ofbeldi þá verður löngu útöð. En það eru rosalega margir þjóðarleiðtogar og aðrir sem að byggja allt sitt á ofbeldi og ótta. Og við þurfum að vera alveg óhrættu að við erum ekki svoleiðis flokkur. Við erum fólk sem að trúum á kærleik og umhyggju og börnin okkar eru gríðarlega mikilvæg. Og mannréttindi. Ég er núna með málinni sem ég var að vonast að yrði samþykkt, sennilega fæ ég það ekki samþykkt, þá er það þriðja málið á þessu þingi, en það er að setja mannréttindin í markmiðsgrein grunnskólalaga. Og það er bara mjög mikilvægt og ég segi það sé gríðarlega mikilvægt, ekki síðast á þessum síðustu og verstu tímum, við sjáum hvernig ástandið er að verða. Og að tala endalaust mannréttindi allra og til dæmis eins og Freyju og fleiri sem hafa verið að berjast árum saman fyrir að fá að vera bara manneskjur í samfélaginu. Ekki einhver annar flokks þegnar sem er bara einhver við að klappa þeim á kinnuna ægreiin og svona, verið þið bara þarna í þessu sambýli þarna. Veist, þetta er bara, við erum svona flokkur sem er að berjast fyrir þessu og við erum óhrættum að tala endalaust. Já, ég skil ekki okkur Palli fór ekki í prestinn. Þetta var sagt við mig eftir ræðuna sem ég held í Grindavíkurkirkju 17. júní. Ég vil langar bara, ég veit ekki hvort þetta make sense, þetta var hugmynd í haustum á mér, af því að við vitum alveg, við erum ekki að fara í eitthvað sandkassaleik að útskýra mannréttindi eða fordóma, þeir sem nenni ekki að hlusta á þetta, hlusta ekki á þetta.
En hvernig var ég að reyna að breyta lingónu svolítið? Veist eins og, þetta ekki flóttamannavandi, þetta ekki vandamál flóttamanna, þetta okkar vandamál. Við þurfum að reyna að finna lausn. Af því að það sem gerist í öðru löndum snertir okkur. Og veist, að finna að við erum jarðarbúar. Ég veit, rosalega útópísk hugmynd, eða þú veit, en við, þú veist, minna loftslagsbreytingar, minna hvað sem margir eru á flótta bara út á uppskerubrest í öðru löndum. Rosalega fjöldi, þannig að þetta bara svona, bara að hugsa hvernig við, þú veist, hvernig orðið við notum. Hérna, ég verði að skjóta aðeins örstutt inn að þegar þú talar ótta og það sem Freyja og Ilmur sögðu fyrst mér ekki vera, sko mér spæði meika mjög mikið sens og nákvæmlega sem þú ert að segja því að við þurfum að horfast í augu það að það fullt af fólki sem að ekki kannski óttaslegið en svona ekkert alveg gefið þessu útlendinga og hættan svo að þegar það fyrir inn í kjörklefan þá setur það exi við einhvern viðbjóðslega rasistaflokk. Þess vegna svo mikilvægt að eiga þetta samtal og að við getum í dag, við horfum bara til dæmis á réttindabaráttu samkynhneigðra. Hvernig var að ræða við fólk fyrir 30 árum og hvernig staðan í dag? Þannig að við algjörlega að taka þetta samtal og ekki vera hrædd við það og fræða, en við þurfum að passa að vera ekki eitthvað svona elítu, að skilja, að vera eitthvað svona, útlendinga, þú veist, akcepterum að það efi sem fólk hefur, hann jafnvel bara eðlilegur, skiljiði mig, og tökum þetta samtal og við erum ekki hrædd við það. Starri og Ásthildur og svo held ég að Matti, varst þú búin að biðja okkur mig? Að ég náði ekki augsambandi. Sko ég og svo búið. Ætla bara rétt að skjóta inn Já, hérna, þannig að Starri fyrst að þú myndist á flóttamanna vandamálið og við þurfum að breyta lingóinu svolítið. Ég ætla bara að vitna í vinkonu mínu hana Önnu Láru Steindal. Við eigum alls ekki að tala þetta sem flóttamanna vandamál. Því að þetta ekki vandamál fyrir okkur, þetta vandamál fyrir flóttamennina. Fyrir okkur þetta verkefni. En við eigum að líta á þetta sem verkefni. Við erum að segja það sama í rauninni, en það bara svo vandasamt að tala þetta sem vandamál. Því að Já, en það er bara í rauninni ránt. Við eigum að tala þetta sem verkefni. Flóttamannaverkefnið. Nú ætti ég kannski að skjóta því inn að við þurfum að fara að ákveða hvaða listabókstafi við ætlum að nota. Ég meina, það eru, já, ég ætla bara að skjóta því inn. Já, hæ, ég heiti Ásthildur. Mér langar að segja þegar að ég í raun og veru tók eftir Bjartri framtíð. Þá fékk ég svona flyer inn í lúðuna og ég man ekki hvað stóð orðrétt, en það stóð, ég ætla að lofa þér því að ég ætla ekki að lofa þér neinu. Og það það sem við þurfum að gera. Og það sem ég er með hjartslátt. En það sem við þurfum að gera og erum að gera og það sem við eigum svolítið okkar einkenni það að við erum að gera þessa hluti með hjartanu. Og þeir koma þaðan og það finnst mér við erum svo óspillt og hrein. Og það mikil samstaða í þessum flokki og við þurfum bara allstaðar á landsvísu að efla flokkin. Og það finnst mér vera að gerast. Og ég spá okkur góðum hlutum í haust. Af því að ég hef trú á okkur. En eitt líka að við erum öll af sama kyni og sama þjóðflokk og það mannkyn. Og það þurfum við svolítið að hafa bara í huga í þessari baráttu. Í mannréttindamálum til dæmis. Ég ætla bara einmitt í framhaldi að þessu flóttamanna vandamál verkefnis umræðu allri saman. Að nákvæmlega eins og Ásthildur segir, við erum bara, þú veist, ómerkilega lífverur á þessari blessaðri plándu, hvort sem að við heitum Íslendingar eða Bandaríkjamenn eða hvað eina. Og fyrst að, þú veist, ég þekki alveg því miður einstaklingar sem eru hræddir við útlendinga, en eru að samaskapi óskaplega stoltir af því að Íslendingar fóru í umvörpum til Kanada og Noregs. Skiljiði. En sjá ekkert athugavert við það, sko. Sjá ekki, þú veist, og Íslendingar fóru þarna, ég man ekki hvað ég skrifaði einhverja ritgerð um þetta, í fleiri
þúsundum talið til Kanada á fyrri hluta síðustu aldar, fóru fleiri þúsundir til Noregs, skilji, og það var vel skiljanlegt, það var svo erfitt ástandið á Íslandi, skilji. Já. Þannig að við þurfum, þú veist, nákvæmlega, ég er eiginlega bara frekar á því að í staðinn fyrir að vera að tala verkefni eða flóttamanna vandamálið eitthvað, nákvæmlega bara eins og Ásthildur segir, við erum bara einn þjóðflokkur og við þurfum að hugsa hvort annað. Það er bara svolítið þannig. Já, Agnar heiti ég og mér langaði nú bara að þakka hérna fyrir mjög góðan fund og taka þátt í þessu hérna og þetta fyllir manni svo mikil bjartsýni að hérna vera í svona góðum hóp og hjá svona með svona hæfileikaríku fólki og það er svo ánægjulegt líka að sjá hérna Brynhildi og Gumma og Robba sem ætla því miður ekki að vera með okkur áfram á þingi þar að segja en vonandi áfram í baráttunni og ég var líka ánægður að sjá hvernig dagurinn byrjaði í dag í fréttum að sjá þetta vandaða mál sem virkilega á búið að leggja vinnu í varðandi samningana og þarna erum við virkilega að slá takt sem að ég held að við vissulega getum haldið áfram á kjördag og miðað við sko aðra flokka að þá held ég að Björt framtíð hafi mikla möguleika næstu vikurnar. Já, Jesús. Já, mér langar að leggja að því ég er orðaperri, þá langar maður að biðja fólk að hætta að tala um ótta, því ótti er rosalega göfug tilfinning og fólk viðurkennir að hafa hana og við viljum heldur ekki vera alltaf að segja fólki ekki kjósa ótta því það getur misskilið okkur og ekki hlusta á óttan og svona, en þú veist, mér er alltaf að tala um einhvern gunguskap og hræðslu og allt mögulegt svoleiðis aumingjaskap, þú veist bara, eða eitthvað sem er ekki eitthvað sem fólk vill tala um að það sé með. En svo hitt að því einhver nefndi náðan, Brynhildur held ég, að þú veist, þegar fólkið okkar fær spurningarnar hitt og þetta þá verður það að kunna svörin. Við þurfum ekkert alltaf að vera svo kurteis og svara nákvæmlega spurningunni. Við fáum einhverjar sekúndur og mínútur til að segja eitthvað. Það er náttúrulega að segja nákvæmlega það sem við viljum að fólk heyri. Þannig að við mögum líka þóra því að bara vera með lista yfir það sem við viljum koma í loftið og það fer í loftið þegar við fáum mækinn, sko, eða okkar fólk. Þannig að það má. Svo varðandi að því þannig fyrir löngu síðan þegar ég baði um orðið, þá var verið að ræða heilbrigðismálin og mér langaði svona að splæsa það saman við sko þetta með fjölbreytt rekstrarform og svona sko þessa teóretísku sem við erum hlynnt. En svo eru hlutir sem bara Ísland ber ekki að vinna með á slíkum grunni og ég held að hugmyndir eins og í Mosfellsbæ byggir bara á gríðarlegri vanþekkingu og mér finnst alveg stórkostlegt að flokkar sem að þora ekki að fá ost að utan sko, að þeir þora að fá sjúklinga að utan, sérstaklega að því þeir eru veikir. Og hérna nú er ég, sko, þarna varð ég allt í orðin bara nei, lokum landinu vegna þess að sko við erum ákveðin infrastruktúr og bara það ef að túristi þarf gjörgæslu, þá er hann, ef hann hefur verið á spítala erlendis sérstaklega, þá þarf hann einangrun í x langan tíma og þá falla niður x margar hjartaaðgerðir og svo framvegis. Þannig að við höfum bara einn öryggisventil, það er ekki flugvöllur en það er Landspítali. Þú veist, þannig að sko, mér finnst þetta bara svo óbúslega bernst að halda að við getum boðið upp á eitthvað svona og tökum þann séns einhvern veginn að segja já, þá ætlum við bara mögulega að hafa engin gjörgæslurúm, skiljiði, nema bara út af einhverju svona ekstra sem er ekki grunnþjónustar landsins, heldur bara eitthvað svona innflutt verkefni annars staðar frá. Þannig að stundum stundum höfum við bara ekki grunninn til þess að vinna með hlutin og við erum að þora að segja já, í teóríunni þá er þetta bara mjög gott mál, og hérna stundum finnst mér alltaf að vilja loka svo landi, sko. En við höfum alveg nóg með það að tækla það sem Öklabrjót svo í Dettifossi, sko. En hérna, já, það var aðalega þetta. Góð samlíking með þennan innfluttu ostin. Við höfum eftir að nota hana. Heyrðu, ok, þá erum við bara að ljúka þessu í bili, en hurðin er opin bara hér
alltaf. Ég veit elska. Og ekki á nóttunni. Nei, það er rétt. En síminn er opinn á nóttunni, það ekki, Helga? Já, síminn er opinn á nóttunni. Nei, og eins og Óttar segir, bara allir hittingar, öll símtöl, öll message, allar ábendingar vel þegnar. Af því að við verðum að hlaupa þetta saman. Eða þeir sem að vilja. Og það heldur alveg svona í mér pínu, það sem hefur verið svona eitt af möndrunni sem ég hef svona mynd mig á í sumar þegar maður er óþreyjufullur líka að fara að gera hluti og blastöllu og allt þetta, að það er það sem að mér var sagt úr rannsóknum pólitíska hegðun, er að kosningaminnið eru 50 dagar og hins vegar höfum við á svo miklu að byggja og það er auðvitað það sem við erum búin að vera að taka saman til þess að sýna fram á, jú víst, við erum búin að gera ógeðslega mikið, gjöra svo vel og að vissu leyti held ég þessi kostur líka, við erum búin að fljúga svolítið undir radar vegna þess að þið finnið hvað er að gerast með Viðreisn til dæmis og Pírata. Við vorum í þessari stöðu fyrir síðustu kosningar, við toppuðum í febrúar og fengum alveg að finna fyrir því, þannig að við erum svona pínu líka búin að vera alveg sátt við að vera undir radar í smá stund núna í sumar til þess að í rauninni ná að koma inn. Svo geta náttúrulega hlutinni farið hvernig sem en þannig er þetta lagt upp. Og að lokum langar mig bara að spyrja, hreinlega bara rétt upp hend, skiptir það fólki almennt rosalega máli hvort hversu mikilvægur er listabókstafur fyrir fólki? Í dag erum við með A, við vorum með A í síðustu alþingiskosningum, en svo vorum við með Æ í sveitarstjórnarkosningunum. Og bara, ég ætla bara að spyrja, af því að við erum að ákveða, þú veist, eigum við að setja þetta í einhverja kosningu, eigum við að ræða þetta, eigum við bara ekki ræða þetta, eða hvað? Bara rétt upp hend sem að skiptir máli, rosalega máli, hvaða listabókstafur er. Nei, og við erum ekki að tala um logo núna, við erum bara að tala við erum bara að tala um listabókstaf. Æ, er þetta hjartans mál? Nei, bara eina sem ég er að spyrja, er þetta hjartans mál og fyrir hvað marga? Já, bara svona að fá tilfinningu fyrir því. Það eru nokkrir, ok. Þá kannski ræðum við þetta betur bara seinna. Ég meina, við munum hittast á stjórnarfundi fyrir ársfund. Það er held ég alveg ljóst. Það eru fleiri. Við getum tekið þetta bara rafræna kosningu og málið dautt. Ég get ekki séð þetta sem make or break. Við munum sem sagt að öllum líkindum hittast á stjórnarfundi fyrir, þá til þess að leggja hugmynd fram í samt listana. Aðalfundur, heyrðu, má ég aðeins fá smá hljóð? Aðalfundur eða ársfundur er áætlaður, hefur legið fyrir, alveg fyrir sínu fyrra, 10. september. Ég var að fá fregn á því að ákveðin stjórnarflokkur væri með miðstjórnarfundin sinn, þannig sama dag. Og við þurfum svona bara aðeins að velta því fyrir okkur hvort að við ætlum að slá saman í sal eða hvað. En við verðum að samþykkja lista eða hafna á stjórnarfundi, ekki ársfundi. Þannig að það verður sennilega fljótlega. Viljum við ekki fá athygli á fundinn og við erum að framsóknarflokkinn og Sigmund Davíð og endur hans er ekki þannig að fókus verður þar. Ég myndi segja að við erum ekki að missa tækifæri að fá athygli á ársfundir okkar. Það var svona það sem við vorum að spá. En heyrðu, takk æðislega fyrir komuna og höldum áfram að tala saman í alls staðar. Veitu, Helga. Bara ein innskotsetning alveg í lokin. Brynhildur talaði 50 daga kosningaminni fólks.
Með kosninga 29. október þá erum við að tala 10. september. Allt sem þið segið eftir 10. september mun skipta ógeðslega miklu máli, en fram að því þá með ég segja hvað sem er.